Góðan daginn öllsumölu, velkomin á þriðja daginn á ráðstefnunni okkar og við ætlum að fá að lofa Guð saman. Well, good morning, everyone. Nice to see you all. Góðan daginn öllsumölu, gott að sjá ykkur. Welcome to Saturday morning of our conference. Velkomin á sunnudagsmorgunin á ráðstefnunni okkar. And I'm sure that you have been blessed and what's the word? Motivated this weekend so far. Og ég trúi því að það hafi verið blessuð og fengið svona ákveðna hvatningu yfir þessa helgi. So we're so glad to see you today. Við erum svo glöð að sjá ykkur í dag. I just want to say two things. The conferences, they are always up on the screen. Við erum með hvað að fara að gerast hérna upp á skjánum hjá okkur, en mér langar að minnast á tvo hluti. I'm not going to repeat them. Ég ætla ekki að endurtaka það sem að hérna á skjánum. But I just want to say this. En ég vil fá að segja þetta. We meet here on a Thursday night at 7 o'clock. Við hittumst hérna á 5. klukkan 7. That is our equipping night. Það equipping kvöldin okkar. But we also meet on a Tuesday night. En við hittumst líka á þriðjudagskvöldum. And that is a night dedicated to prayer and worship. Og það kvöld sem tilenguð bæn og lofgjörð. And that night is led by two wonderful brothers. Og þau kvöld leidd af tveimur dásamlegum bræðrum. Gilly and Artni, they lead that. Gilli og Arni þeir að leiða þetta. And the nights that I've been here, it's just been awesome. The presence of the Lord is tangible. So we want to invite you to join with us on a Tuesday night at 7 o'clock as well. Og þegar ég hef komið þá hefur þetta verið virkilega dásamleg kvöld og nærvera Guðs svona áþreifanleg. Þannig ég bjóð ykkur velkomin að koma þriðjudagskvöldum klukkan 7. I'm so glad that we have Stephen and his lovely wife with us. Ég svo ánægður við með Stephen og dásamleg konas með okkur. To share with us this weekend. Til að deila með okkur þessa helgi. And one of the things that he's been mentioning, especially last night, is God is calling us to a level of warfare. Og mér finnst frábært það sem búið að tala sérstaklega í gærkvöld að Guð að kalla okkur ákveðið svona svið hernaðar. You know, the same prophet that prophesied that God in the last days is going to pour out his spirit upon all flesh. Spámaður sem spáði að Guð myndi úthella anda sínum yfir allt hold. And that's the prophet Joel, by the way. Og það Jóel. He said this in chapter 3 verse 9. Hann segir þetta í kapla 3 og versi 9. He says, proclaim this among the nations, prepare for war. Og lýsið þessu yfir þjóðina, undirbúið okkur fyrir stríð. Wake up the mighty men. Vekið upp hina öflugu menn. Let all the men of war draw near. Láttu alla hermenn vera dregnir hingað fram. Let them come up. Láttu þá koma fram. And he says, beat your plowshares into swords and your pruning hooks into spears, and let the weak say, I am strong. Smíði sverð og plójárnir með þar og lensur og sniðli með þar. Heilsuleysinginn hrópi, ég hetja. We are in a time of warfare, church. Við erum á tíma hernaðar. I was looking, I was scrolling through social media and I saw someone post something connected to, the new additions to liturgy that's going into the Lutheran prayer book. Ég búin að vera að skoða samfélagsmiðlana og ég var að sjá það sem verið að reyna að bæta við bænabók þjóðkirkjunnar. And I was just blown away because it's so evil. Og ég var svo hissa á þessu, en þetta svo mikið ilska. I will never, ever celebrate transgenderism or homosexuality. Ég mun aldrei nokkuð til að samþykja samkynhneigð og þessi mörgu kyn. Put me in jail if you want to, but I will never, I'm saying this on camera today, I will never. Þið með henda mér í fangelsi og ég ætla að segja þetta hérna í upptöku í dag, ég mun aldrei. It's been an abomination from the beginning of time and it will always be. Þetta hefur verið rangt frá upphafi tíma og mun alltaf vera það. And so
we as a church need to take our stand against that. Þannig að við sem kirkja þurfum að standa gegn þessu. Amen. Amen. And so I want to say to you, it's time to put on armor. Þannig að ég vil segja ykkur það er komið tími til að klæðast herklæðunum. It's time to take up the sword and the shield. Það er komið tími að taka upp sverðið og skjöldin. It's time to march in formation. Time to march in formation. Það er komið tími til þess að fara af stað með upplýsingar. Because it is a time of war. Þannig að það er komið tími fyrir Amen. stríð. Stand to your feet as we pray. Ég ætla að byrja ykkur að standa á fætur með við byrjum. Father, we just want to thank you today that you, the Bible says, it is God who trains my hands for battle and my arms can bend a bow of bronze. Thank you, Father. Joel said, let the weak say, I am strong. And even though we feel that we are unable to, even though we feel weak, we thank you that you have not given us the spirit of fear or intimidation, but the spirit of love and power and a sound mind. I thank you that in these days you are preparing and raising up a mighty army to do battle, oh God, on all these battlefronts. And so I pray today, Father, as we, your people, and even as I am Equipping Center, as we establish a beachhead in Iceland, I pray, Father God, that you would indeed help us to equip your people strategically so that we won't just be those that would keep the word of God to themselves, oh God, or want to expand their intellect. But Father, we would be equipping men and women that would be soldiers of the cross. Men and women, oh God, that would be warriors in the sight of God and ready to do battle against the enemy. And so, Father, we want to speak to those warriors today. We want to speak to those soldiers today. We want to speak to those today, oh God, that have been feeling intimidated by the enemy. Those, oh God, that have been intimidated in their homes and in their workplaces by the enemy. We want to speak to them today. And I pray, Holy Spirit, that your divine power, oh God, would now touch them and empower them and equip them and raise them up and let them know that they are mighty in God to the pulling down of strongholds. We declare and believe that every stronghold over this nation, oh God, will come down in Jesus' name, oh God. Strongholds over Iceland will no longer prevail, no matter, oh God, if they've been placed into the religious system, oh God. If God says it's evil, it will remain evil. And so I pray today, Father, that you would prevail over this nation, oh God. We call this nation back to God. We call this nation back, oh God, to the kingdom of God. In Jesus' name. And I pray, Holy Spirit, that you would prepare our hearts today. Even as we hear your word, Holy Spirit, I pray, prepare our hearts to receive your word and be ready to fight in this great battle of the end times. And we give you praise. Bless our time together. Anoint our speaker and his dear wife, oh God, as they minister to us today. May the presence and the glory of God come upon your people in a mighty way. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, brother. It is a privilege to worship the Lord. We are gathered here because God is here. He said, when 2 or 3 are gathered, I will be there. And the Lord showed me that. I asked the Lord, why did you say that, Lord? He said, he never wanted men to be alone. He always wants them together. And he said he will be there. So today, let us worship the Lord. We need to thank God for giving us the opportunity to express our love to him through worship. And as Psalms 100 says, let us enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. Let us thank the Lord for all the goodness he has done in our lives. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Father, you're so good. We thank you, O Lord. Every good thing comes from you, O God. Hallelujah. Thank you, Lord. You are
are so good. You are so good. So good. Hallelujah. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. He makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. He makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all of the glory and all the honor and all of the praise. You know, folks, I can hardly hear your voices. It makes me shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Shall we never forget the time when He saved us, for translating us from the kingdom of darkness to His marvelous light. Truly by His grace we were saved. Hallelujah, hallelujah. Let us think about Him. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Oh, Father, we just want to ponder of who you are, of what you've done, oh God. Help us to remember all the good things that you've done in our lives, so that we can praise you even more, so that we can thank you even more, oh God. Oh, hallelujah. Oh, let us think about Him. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, how He picked me up and turned me around, how He placed my feet on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus.
of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Makes me want to say, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout. Hallelujah. Thank you, God, for saving us. Thank you for healing us. Thank you for setting our feet upon the rock. Thank you for filling us with your Holy Spirit. You are so good, oh Lord. You're so good, oh Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Worthy are you, Lord. Worthy are you, Lord. Thank you, Lord, for the cross. Thank you for the price you've paid, oh God. Thank you that because of you, we are here, Lord, standing sinless before you because of your precious blood. Hallelujah. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Hallelujah. Thank you for this love, Lord. Thank you, thank you. Thank you for the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb. Thank you, Lord. Seated on the throne, crown you now with many crowns. You reign victorious. Hallelujah. High and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. You love you came and gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank
the nail-pierced hands. Wash me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and pray. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Hallelujah. Worthy are you, Lord. Worthy is the Lamb. Uriya Shari. Worthy, worthy, worthy is the Lamb, seated on the throne. Worthy is the Lamb, worthy, oh, hallelujah, seated on the throne. You are the Lamb, seated on the throne. Oh, na 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 na, seated on the throne. Seated on the throne. You're so worthy. Worthy is the Lamb. Worthy are you, Lord. Worthy, worthy are you, Lord. Thank you, God. You're seated on the throne, O Lord. There is one seated on the throne, and that's who you are, Lord. Oh, Jesus. We sing, worthy, worthy, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord, oh Lord. No one like you, Father. You are incomparable. You are matchless. You are powerful. There's no one like you, oh God. Thank you, God. You are a God who is unstoppable, unchangeable, unshakable. That's who you are, oh Father. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Ora babara basurie. Oh, Jesus. There is one on the throne, Jesus, holy. He is worthy of praise, honor, and glory. There is one on the throne, Jesus, holy. Yes, Lord, He is worthy of praise, honor, and glory. We sing, worthy is the Lamb who was slain, seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. There is one on the throne, Jesus, holy. Hallelujah, He's worthy of praise, honor, and glory. There is one on the throne, Jesus, holy. Only you, God. He is worthy of praise, honor, and glory. We sing, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. Shall we all declare, oh, worthy is the Lamb who was slain and seated on the throne. There's no one like the Lord. No one, no one. Elders, creatures bow, giving praise to Him and Him alone. There's no one like the Lord. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you King of glory. We crown you Lord of all. We crown you King of glory.
Lord, we give you all the praise and glory. Hallelujah. Oh, King of Kings and Lord of Lords, we desire to see you, oh Lord. Hallelujah. 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 Father, it is our desire, O Lord, that how as Isaiah saw you and saw your glory, we just want to behold you, O God. We want to see our Father. Oh, reveal yourself to us. We want to see you, O Lord. Oh, cleanse us, oh God. Cleanse us, oh Father. We thank you for your blood. We thank you for your blood. Oh, we want to behold you. We want to give you all the glory and honor. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory. Thank you, Lord. Exalted high. And the train of his robe filled the temple, and the angels gather round him, and they cry. They cry, you are holy, holy.
presence in this place, oh God. Thank you for being in our midst, oh God. Thank you, God. Let your presence, oh God, touch us and change us, oh God. Let your presence heal us, oh Father. Let your presence lift us up, oh God. We want to rise up for you, oh God. We want to do your will, oh Father. Oh, take all of us. Take all of us, oh God. Have your way in this place. Have your way. Touch our hearts. Change our hearts. Thank you, oh Lord. Thank you, oh Father. Have your way in this place, oh God. Lord, we open our hearts to you, oh God. Come into our hearts, oh Father. Do a new surgery, a surgery in our hearts, oh God. Remove all that is not wanted. Remove all that displeases you and make us wholesome, oh God. Oh, hallelujah. Thank you, Father. Hallelujah. We love you. We honor you, oh God. We give you all the honor and glory and praise. We praise your name, the name of all names, oh God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen and amen. Let's give our Lord a wonderful clap offering for his goodness. Praise the Lord. Praise God. Good afternoon, everyone. Góðan daginn allsumul. I just want to share what's in my heart for today, Ég langar að deila með ykkur það sem er á hjarta mín í dag. because when I heard the word overcome, there's two things in my heart always. Þegar ég heyrði orðið sigurvegari, þá eru tveir hluti sem kom upp í hjarta mína. This is how the Lord taught me. Þetta er hvernig Drottinn kenndi mér. In the year 2018, the Lord told us to move to North Carolina. Árið 2008 þá talaði Drottinn til okkur að flytja til Norður Karolínu And he said, prepare a place for the remnant. og hann sagði undirbjúið stað fyrir leifanar, takk fyrir. And I was like, the word remnant was caught in my spirit. Og þetta orð leifanar svona greip anda minn. And in the year 2019, 2020, when I followed my husband to all the different ministry and conferences, Og árið 2019 og 2020 þá var ég að fara með eiginmanni mínum á mismunandi ráðstefnur the topic was always about remnants. og það var alltaf þemað þessar leifar. It's about gathering the remnants. Að taka sama, að draga sama The leifarnar. word remnant in Greek, it also means to overcome. Og leifarnar í grísku þýðir líka að vera sigurvegari. The remnants are the overcomers. Leifarnar, það eru sigurvegararnir. So if you go to Revelations 12:11, Ef þið farið í Opinberunarbókina 12:11, and they have conquered him or overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives unto death. og þeir hafa sigraðan fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. So this was a scripture that was close to my heart ever since we moved to North Carolina. Og þetta var reikning sem var mjög nálægt hjarta minni frá því við fluttum til Norður Karolínu. So the overcomers are a company of people Sigurvegarar eru hópur fólks who walk by the Holy Spirit, sem ganga fyrir heilagan anda who hold on to his testimony, og þeir halda í vitnisburð hans, who holds on to his commandments, halda í skipun hans and testify Jesus. og þeir vitna Jesú. So I thought when we moved to North Carolina, it's a different group of people. Oh, we're going to have warriors. We're going to gather the warriors.
Og þegar við fluttum til Norður Karolínu þá hugsaði ég, já, þetta annar hópur af fólki, við erum að draga saman hermennina. But one thing I noticed was the people were the same. The Americans were the same. En eitt sem við tók eftir var að fólki var alveg eins, To the- Bandaríkjamennirnir voru eins. Same in the sense that I'll tell you later what the same means. I've traveled with my husband around the world by the grace of God. Ég og eiginmaður minn hefur ferðast út allan heim fyrir náð Guðs. We have pastored a church in Singapore, Við höfum verið fyrir forstöðu í kirkju í Singapúr and we planted a church in North Carolina. og við plöntuðum kirkju í Norður Karolínu. In every church that we went, Og hver einasta kirkja sem við fórum í, when we talked to the pastors, þegar við töluðum við forstöðumennina, it's the same issue, þá var það sömu vandamálin, offense. móðgun. People leave because of offense, Og fólk að Anger. ganga í móðgun, bitterness, biturleika, unforgiveness. So ófyrirgefningu. most of the time it's offense. Oftast var það móðgun. Sorry, I'll slow down. Afsakið, ég ætla að hæja samir. And I told my husband, I said, you know what? People are the same everywhere. Why is that so? Ég sagði við eiginmann minn, fólk alveg eins út allt. Af hverju það þannig? And he said, Og hann sagði, because the devil is the same. þess að djöfullinn sá It sami. always tries the same devices and tactics. Hann reynir alltaf að nota sömu taktíkina. So people, you know, there were many people in our lives who came and told us, we will be faithful to you, Það var fullt af fólki sem kom til okkur og sagði, við ætlum We að vera will be- trúfust með ykkur. faithful to the ministry. Við verðum trúfust þjónustun ykkar. But many of them betrayed us. En margir þeirra svik okkur. Some left quietly, Sum fóru svona but hljóðlega, some they slandered us. en sumir töluðu illa okkur. So my husband always says, there are only two kinds of pastors. Og eiginmaður minn sagði, það bara tvenns konar hirðar. One are those who have been betrayed, Annars vegar þeir sem hafa verið sviknir and the other who's going to be betrayed. og hinir sem eiga eftir að verða sviknir. So we have both gone through a lot of betrayals, Þannig að við höfum gengið gegnum mörg svona svik. but we never stopped trusting people and loving them. En við höfum aldrei hægt að treysta fólki og elska það. Ministry is about loving people. Þjónusta fjallar að elska fólk. Every person who comes to the church are broken people. Hver einstaklingur sem kemur í kirkjuna You can niðurbrotin einstaklingur. never imagine what they have been through. Þú getur aldrei ímyndað hvað það hafa gengið í gegnum. So the love of God is what we should walk in. Þannig að kærleikur Guðs það sem við ættum að ganga í. So I just want to share two things about overcoming. Mér langar að tala tvo hluti varðandi það að sigra. Please time me. Hi, my husband. Time me, because I'll get excited. One thing is, first of all, you need to overcome your personal challenges. Í fyrsta lagi þá þarf þetta að sigrast á þínum persónlegu áskorunum. Actually, you need to overcome yourself. Í raun og veru þá þarf þetta að sigra How sjálfa many þig. times it is you who limit yourself? Hversu oft það að þú sem þarf að sigra sjálfa With þig. our limited mind or with what somebody have told about us, we dare not move forward. Með takmarkaða huga okkar og það sem fólk hefur sagt okkur þá þorum við ekki að fara áfram. You know, the Lord spoke to me that He said, more than us, the devil knows your weaknesses. Drottin talaði til mér og sagði meira en við þá þekkir djöfullin He veikleika knows ykkar. exactly what you need to hear, what button to press, and that's it. You'll take an offense. Hann veit nákvæmlega hvað þú þarft að heyra og hvaða takka þarf að íta á til þess að þú móðgist. And recently, the Lord showed me a different tactic. Og nýlega þá sýndi drottin með nýja svona taktík. Because offense, bitterness, anger, unforgiveness are all negative feelings, Þess right? að móðgun, biturleiki og reiði, þetta allt neikvæða tilfinningar. But hurt En særindi is very innocent. mjög svona saklust. It's a victim mentality to feel hurt. Það svona að finna sig að vera fórnalamb, að vera The særður. Lord showed me that all He needs to do Og drottin is sýndi bara is eina to sem hann þarf að gera just plant a hurt in your heart. bara að sá særindum í hjartaði. Because He knows certain people, Þess að veit að ákveðna einstaklingar the moment they get hurt, leið að þeir verða særðir, they dwell in it. þá dvelja þeir They í því. think about it. Þeir hugsa And það then instead of presenting it, casting it onto the Lord, og í staðan fyrir að kasta það til drottins, they will keep it in their heart. þá geima þau það í hjarta And sinni. then until it lodges into your soul. Og alveg þar til að það nær að rótfestu í sálinni. And that opens the door of the enemy. Og það opnar dyr fyrir óvinnin. So honestly,
bitterness, anger, unforgiveness, all this comes from a very innocent feeling which is hurt. En í raun og veru þá biturleiki, reiði og ófyrirgefning, þá kemur það af þessu saklausa hlut að vera særður. By hurt, people have left church, Bara fyrir það að vera særð, þá hefur fólk yfirgefið kirkju, left their faith. gengið frá trú sinni. And the other thing is, sometimes we can't even forgive ourselves. Og því seinna að við getum stundum það náðum Condemnation takes hold of okkar. us. Fyrirdæmingna tökum á okkur. You know, when we come to God, there's never condemnation, it's only conviction. Þegar við komum fram fyrir Guð, þá aldrei fyrirdæming heldur And the að Lord- þú gerir þið rétt. And the Lord taught me how to walk without condemnation. Og Drottinn kenndi mig hvernig ég ætti að ganga án fyrirdæmingar. He said, walk a life of repentance. Hann sagði, gaktu út í lífi iðrunar. Many people don't like the word repentance Það eru margir sem að líkar illa Because- við orðið fyrirgefning. because you are in the wrong and you're coming before you are confessing your sins. Þess að þú hefur gert eitthvað rátt að þú ert að koma fram fyrir Guð og þú ert að játa syndir þínar. But do you know that's not how the Lord sees? That's not how the Lord En sees það er it. ekki þannig sem Drottinn sér það. Repentance, the word repentance is His love language. Það iðrun Love hans language. kærleiks tungumál. How many times when we have an argument with our spouse Hversu oft er það þegar við erum að rífast við eigin and maka okkar we don't talk for a while, og við tölum ekki saman í smá tíma, and then when we come back and we ask for forgiveness svo komum við aftur saman og við byggjumst fyrirgefningar and make up, og við sættumst, don't you feel lots of love? finnir þá ekki mikinn That's the kærleika. same way with God. Það er alveg eins með Guð. He just wants you to repent. Hann þráir að þú iðrist. The word repent in Hebrew means turn. That's it. Orðið iðrun í hebreskunni þýðir að snúa baki við. No matter what sins you do, Sama hvað synd þú hefur all He gert, wants you to do is turn from the sin and face God. það eina sem hann vill er að þú snúir frá syndinni og mætir Guði. But the devil will send darts into your mind saying that God will never forgive you. En djöfullinn setur efa í huga þinn og segir að Guð mun aldrei fyrirgefa þér. So we need to live a life of repentance every day. Við þurfum að lifa lífi fyrirgefningar daglega. That is how we can walk in the walk of salvation. Þannig getum við gengið út í göngu frelsisins. As Revelation 12:11 said, Eins og Opinberunarbókin sagði, His blood is enough to forgive us, to wash us, cleanse us, purify us. blóð hans er fullnægjandi til að hreinsa okkur, fyrirgefa okkur og gera okkur algjörlega hrein. And for some, they cannot overcome their past. Og það eru sumir sem ná ekki sigra fortíð sinni. My husband said yesterday, even God will forget the past, but we will not. Eiginmaður minn sagði í gær að Guð gleymir fortíðin en við gerum það ekki. In Isaiah 43:25, God says, I will blot your sins, I will not remember them. Í Jesía 43 þá segir hann, ég mun hylja syndir þínar, ég mun ekki muna eftir þeim. So we need to learn to forgive ourselves Þannig við þurfum að læra að fyrirgefa okkur sjálfum and forgive others. og fyrirgefa öðrum. That's lots more. We need to overcome fear. Og það er ekki bara það heldur, við þurfum að sigra ótta. Many of us have been called into the ministry, but because of fear, we are holding back. Mörg okkur hafa verið kölluð í þjónustu en Some of- mörg okkur halda okkur til draugum okkur til hlésvens vegna Some ótta. of us are fearful of change. Sum okkur eru hrædd við breytingar They dare not embrace the new things that God wants to do in their lives. og þau þora ekki að taka við nýju hlutum sem Guð þráir að gera í lífið okkar. We need to overcome our challenges, Við þurfum að sigrast á Our- okkar áskorunum, our weaknesses. okkar veikleikum. And do you know we can never do this alone? Við getum ekki gert þetta einn, We need God, við þurfum Guð, but we also need the body of Christ. en við þurfum líka maður The Lord Krist. showed me that man should never be alone. Drottinn sýndi mér að maður skuli aldrei vera einn. When He created Adam, He said, man should never be alone, and He created Eve. Þegar hann skapaði Adam þá sagði hann að maður skildi aldrei vera einn og hann skapaði Evu. The Lord has shown Pastor, my husband, that what is the word? To be alone is, what's the word for it? When you are alone, it's the work of the enemy. Og eiginmaður minn sagði að ef þú ert einn þá er það starf óvinnaðins. Because
when you are alone, you wouldn't want to listen to anybody's advices Þess að þegar þú ert einn, þá vilt ekki hlusta á ráðgjöf frá neinum öðrum or corrections. eða leiðréttingu. So the Lord taught me that we should always be with the body of Christ. Þannig að drottin kendi mig við alltaf að vera með líkama Krists. Orphan spirit, to have that orphan spirit, which is the work of the enemy. Og við erum með svona móðgunar anda sem að verk ofinarins. Honestly, when we moved to North Carolina, I do not know whether we would have survived without the church. But because when the church came and when the people came, now we have a community, a family whom we can rely on. Þegar við fluttum til Norður Karolínu þá var ég ekki viss að við myndum komast í gegn að líkamans og fjölskyldunar sem var í kirkjunni. And the second point is, one is overcoming yourself. Annað atriði fyrsta atriði var að sigra sjálfan sig og annað atriði The second thing that is always in my heart is to contend for your faith, to fight for your faith. og annað atriði að berjast fyrir trúðinni. Because in Matthew chapter 24, verse 10 and 11, Jesus says, Í Mattheus 24 vers 10 og 11 "And many will fall away and betray one another and hate one another, and many false prophets will arise and lead many astray." Vers 11 Fram munu koma margir falsspámenn og leiða marga í villu. I'm not going to go into it. I'm just going to give you 4 points which the Lord showed me of how we can fall away. Ég ætla að fara í gegnum 4 punkta hvernig drottin sýndi mig hvernig við getum fallið frá. It's either by unbelief, Fyrsta lagi fyrir that vantrú. means we don't believe what the Bible Við says. trúum ekki því sem Biblían segir. For example, a family member of mine, when I led her to Christ, she refused to believe that there's a heaven and hell. Til dæmis þá var eitt fjölskyldumælum hjá mér sem ég leiti til Krist og neitaði að trúa því að það var himnaríki og helviti. And I was really concerned about her salvation. Og ég hafði áhyggjur af frelsun hennar. Number 2, you can fall away because of trials, Í öðru lagi þá getur þú fallið frá vegna erfiðleika, tribulations, trials of. þrengingum. Do you realize that when you obey God, that's when trials happen? Vitið það að þegar þið hlýðið Guði það er þá sem þrengingar koma. Because the enemy will try to fight so hard to derail you. Þess að óvinnur að berja svo hart gegn því að þú komist áfram. And the third reason that you can fall away is because of persecution Og þriðja ástæðan vegna ofsókna in the end times. á enda And tímanum. I asked the Lord, how in the world am I going to take the torture? How in the world can I be like Richard Wurmbrand, if you know him? Ég spurði drottin, hvernig get ég umborið pyntingu, hvernig get ég verið eins og Richard. Have you heard of Richard Wurmbrand, tortured for Christ? He was tortured for many years in the prison. Hann var að kenna mikið úr fangelsunum. Okay. Hann var pyntaður í fangelsum, afsakið. And all the Lord told me was, Og það sem drottin sagði við mig, my grace is sufficient for you. náð mín nægir þér. It's only by grace we can go through this. Það bara fyrir náð að við getum gengið í gegnum þetta. And the last point is false teachers. Og fjórða atriði eru falsir kennarar. We must only seek the Lord, not heavenly experience or anything else other than the Lord. Þú ert bara að leita drottins og engis annar heldur en drottins. If not, the false prophets can lead you away from Christ. Annars getur falsspámanin leitt þig frá Kristi. The Lord gave me a word for this ministry. It's in Isaiah 43 verse 18. Drottin gaf mér orð fyrir þessa þjónustu. Það er í Jesaja 43:18. Remember not the former things, nor consider the things of old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. Praise God. Rennið þeir í huga til hans umliðin og gefið þeir gætur af því sem áður var. Sjá, nú hef ég nýtt fyrir stafni, það tekur þegar að votta fyrir því. Sjáu þér það ekki. Ég gjöri veg eyðimörkina og leiði ár öfin. God is going to use this ministry powerfully and you are going to be part of it. Og drottin ætlar að nota þessa þjónustu á öflugan máta. May you continue to support the leaders of this ministry. Og með þið halda hún að styðja við leiðtoga þessara þjónustu. God bless you all. Thank you. Guð bless ykkur öll, takk fyrir. Good job. This is a nicer way of talking. Þetta svona That's the, indalega leiðin að tala. that's the nice version, okay? That's Þetta svona ljúfa útgáfan. Amen.
Okay, now get to the real version, bro. Let's go. Nú ætlum við að fara í alvörumálin. Amen. I'm so blessed. This girl said, I only will speak 5 minutes. Ég er svo blessar þessi stúlka sagði, ég ætla bara að fá I að don't tala know í 5 what to mínútur. say. Ég veit ekkert hvað ég á að segja. And yesterday she was praying for 2 hours, so I know something's going to happen. Og í gerð þá hún að biðja 2 klukkutíma og ég vissi að það var eitthvað að gerast. Amen. Amen. All boldness comes from the Lord. Öll djörfum kemur frá drottni. Amen. Amen. I want to encourage us, guys. Listen. Við langar að hvetja okkur að Worship time, worship the Lord. þegar það er lofgjörð í gangi þá skaltu lofa Guð. Don't do other things. Just worship the Lord. Ekki gera eitthvað annað, bara lofa þau Guð. That's the only time we get to appreciate who God is. Það er svo tími sem við fáum að virða það sem að Guð er. Amen. The Bible says God dwells in the midst of the praises of his people. Biblían segir að Guð dvelur í lofgjörð lífsins. When you start praising him, Þegar þú byrjar að lofa hann, he comes and dwells. þá kemur hann og dvelur. And that is why the enemy will stop you from praising. Það er ástæðan fyrir að óvinurinn stoppar þig frá því að lofa. Worship team is not our substitute. Lofgjörðteymið er ekki þeir sem er að koma í staðinn fyrir okkur. Worship leaders are not karaoke machines. Lofgjörðteymið er ekki karaoke tæki. They are not singing for us. Þau er ekki að syngja fyrir okkur. We are worshiping together. Við erum að lofa saman. Amen. Amen. So later when we worship, let's do it together. Þannig að þegar við förum í lofgjörð setna í dag, þá skulum við gera þetta saman. I want to thank God for Apostle Bjarki and his family and leadership team to welcome us. Ég vil þakka Bjarka Póstala og fjölskyldunni og leiðtoga teymin að taka mót okkur. And so thank you, God, for my translators. They did excellent jobs. Og þakka Guði fyrir túlkana mína þegar þeir hafa staðið sig vel. And we want to thank the Lord that God will continue to anoint us. Og ég vil þakka Guði að hann hefur komið til þess að smurja okkur. Amen. Amen. So I wanted to say something nicer before I teach this, but Angeline already said good things, so Yeah. I'm going to leave it there. Ég ætla að byrja að segja svona ljúfari hluti áður en ég byrja að kenna en hún er búin að sjá það, You þannig see, fer bara af stað. because we cannot believe heavy things. Þess að við eigum erfitt með að trúa svona þyngri hlutum. We don't like to hear about the devil stuff. Okkur líkar ekki að hlusta á hlutinum djöfla. But you see, the devil has not stopped working. En djöfullin hann er ekki hættur að starfa. He's still doing a lot of things against the people of God. Hann er enn á full að gera að vinna gegn fólki Guðs. Amen. So our job is to work together with Jesus by pushing back the darkness. Þannig að verkefni okkar er að koma saman með Jésu og íta verkum óvanans í burt. The Bible says, the gates of hell shall not prevail. Biblían segir að hlið helja mun ekki verða yfirsterkari. You know what the church is doing? Vitið hvað kirkjan er að gera? We are always behind time. Við erum alltaf svona eftir á. It seems like the devil is the one who's doing new things and we are catching up. Það lítur út eins og djöfullin sé að gera nýja hluti og við erum svona að reyna að ná honum. We are always surprised by new problems. Við erum alltaf svo hissa á nýjum vandamálum. Why? Because we are all the time behind. Af hverju? Vegna þess að við erum alltaf eftir á. But God wants us to run ahead with him En Guð vill að við hlaupum á undan með honum. so that God will give us insights and wisdom. Þannig að Guð gefur okkur innsýn og visku. So when the devil does new things, you already know it's going to happen. Þannig að þegar djöfullin reyna að gera einhverja nýja hluti þá veistu nú Amen. þegar að það muni gerast. That's what the spirit of wisdom and revelation will do it in your life. Það er það sem andi visku og opinberuna mun gera innra með þér. God will show you the problems before it is going to happen. Guð mun sýna þér vandamálin áður en þau eiga sér stað. And you're already prepared. Og þú ert þegar undirbúin. There will always be an element of surprise. Það verður alltaf svona ákveðið komið þér óvart. No matter how prophetic you are, Alveg sama hversu spámaleg þú ert. no matter how prayerful you are, Alveg sama hversu mikið þú biður. you will not know everything Þú munt ekki vita allt. because we are not God. Þess að við erum ekki Guð. There will be this gap Það verður alltaf þessi gjá. so that we always must walk in the fear of the Lord. Þannig við verðum stöðugt að ganga í ótta drottins. We always must walk by faith. Við verðum alltaf að ganga út í trú. As much as you know, that much
you won't know. Eins mikið og þú veist, það er jafn mikið sem þú veist ekki. Amen. You cannot say that, God, why didn't tell me? Við getum ekki sagt, Guð, okkur sagður okkur þetta ekki. Doesn't tell us everything Hann segir okkur ekki allt about our lives. líf okkar. You only know that much. Hún vita bara svona mikið. See, if you don't accept this theory, Ef þú tekur ekki á móti þessari kenningu, you will not be able to accept why Moses got angry and he double tapped. þá myndu aldrei fá að skilja af hverju Móse var reiður og sló tvisvar niður. God forgive everything, but to Moses he says, sorry, this is out of line. Guð fyrirgaf öllu en hann sagði við Móse, þetta er ekki í lagi. I just want to encourage us. Ég vil hvetja okkur. There is the element of faith in each one of our lives. Þetta efni við trúar í lífum okkar. Revelation does not take away faith. Revelation empowers faith. Opinberun tekur ekki burtu trúna, opinberun gefur trúnni kraft. Amen. So don't think revelation means I don't need faith anymore because he already told me. Ekki halda þegar þú hefur opinberun þá þarft ekki trú lengur þess að hann hefur þegar sagt þér það. People don't want revelation. Fólk vill ekki opinberun. We want to preach the historical Jesus. Við viljum predika hinn sögulega Jesú. And that is why people go to churches that preach about historical Jesus. Og það er ástæðan fyrir að fólk fyrir kirkju til að heyra predikun söguna Jesú. You look at the Catholic Church. Ef þú horfir á kaþólsku kirkjuna, Jesus remains as a baby, þá er Jesú fastur sem barn, helpless, algjörlega bjargalaus. can't do anything. Hann getur ekkert gert. You look at the cross. Þú lítur á krossin, He's always crucified there, hann er alltaf krossfestur á krossinum, helpless. hann er bjargalaus, But our Jesus is resurrected. en okkar Jesú er upprisin. Hallelujah. He's not a baby. Hann er ekki lítið barn, He's no longer helpless. hann er ekki lengur He's bjargalaus, coming as the King of Kings and the Lord of Lords. hann kemur sem konung og drottna. We are not preaching a historical Jesus. Við erum ekki að predika sögulegan Jesú, We are preaching a living Savior. við erum að predika lifandi frelsara. Hallelujah. See, when you preach like that, Þegar þú predikar þannig, devil will stir up everybody. þá fyrir djöfullinn að hrista upp í öllum. Stop them. Stoppaðu þau, Anger with them. verður reiður And bring the corruption inside the church. og kemur inn með spillingun í kirkjuna. And that is why the holy people must rise up. Þess vegna verður þið heilaga fólk að rísa upp. Listen carefully. Hlusti vel. If you and I don't rise up, Ef þú og ég rísum ekki upp, I want to say that line again. mér langar að segja þessa setningu aftur. If you and I don't rise up, Ef þú og ég rísum ekki upp, you have no right to talk about other churches. þá hefur þið engan rétt að vera að tala um aðra kirkjur. Evil will continue to rise if righteousness keeps quiet. Ílska mun halda frá að rísa upp ef henni réttlátu vera þöglir. Er það að fylgjast með? We cannot talk about them if we don't rise up and shout. Við getum ekki tala um þegar við rísum ekki upp. Therefore, the onus, the responsibility is upon us. Þess vegna er ábyrgðin á okkur. It is never too late to serve the Lord. Það er aldrei of seint að þjóna drottni. Amen. Amen. Daniel was shown the superpowers of the world that day. Daniel var sýndur ofurkraftur, The strong nations. já, styrkleika þjóðana. There were powerful nations and Daniel saw it. Það voru öfluga þjóðir og Daniel sá þær. But then God showed him the demons behind the superpower. En síðan sýndi Guðunum djöflana bak við þetta ofurafl. And my job is to show the demons behind superpower. Og mitt verkefni er að sýna hvað djöflanir eru bak við þessa ofurkrafta. Well, I'm in church, I'm a pastor, I will teach all the good things. Þegar ég er í kirkjunu og er hirðir þá kenni ég alla góðu hlutina. When I come out, I'm invited as a prophet, I speak what the Lord wants to show me about the nations. Og þegar ég fer út og er kallað til þess að predika, að þá sýni ég hvað Guð er að tala til þjóðana. I tell my church, Ég segi í kirkjunu minni, my sword is inside the sheath. Sverðið mitt er slíðrað. I hold a shepherd's rod. Ég held á hirðistafnum. Listen to me when I'm holding the shepherd's rod. Hlustið á mig þegar ég held á hirðistafnum. If not, I will take out the sword. Ef ekki þá tek ég upp sverðið. Are
you listening? Er það að hlusta? So, but this afternoon I want to prepare us because I was taken up in the spirit and I saw the war council. Ég vil, í dag þá vil ég undirbóka vegna sem ég var tekin upp í andan og ég sá herráðið. Remember, everything the Lord shares to all of us is little bit like this. Munið að allt það sem Drottinn deilir með okkur svo litli partar. But it's too much to handle. En það of mikið fyrir okkur að handla. Too much, our mind will go overload. Hugur okkar fer bara á yfirsnúning. You know why? Vitið af hverju? God wants us to understand the seriousness of the work. Vegna þess að Guð vill að við skiljum alvarleika orðsins. Jesus is coming soon. Jesús kemur bráðum. Amen. Amen. Time will not wait. Tíminn mun ekki bíða. Nothing can stop the coming of Jesus. Það ekkert sem getur stöðvað endurkomu Jesú. This is that generation. Þetta sú kynslóð. Of course, like everybody, I believed in everything, the end times and the rapture will come, we will escape, nobody will be here. Og ég trúi þess að svo margir aðrir að endatíminu muni koma og það mun vera burtreifningin og það mun engin sleppa frá því. If the army escapes, then who will fight? Ef herinn sleppur, hver mun þá berjast? Er það að hlusta? We are the army called. Við erum herinn sem eru kallaður. Stand when the enemy comes. Til þess að standa þegar óvinnurinn kemur. If the Lord leads me, I will share with you what I saw in tribulation. Og ef Drottinn leiðir mig til þess, þá mun ég deila með ykkur það sem ég sá. Turn with me to the book of Jeremiah, chapter 49, verse 1. Farið með mér í Jeremía, kapla 49, vers 1. This is one of the war councils that the Lord said, teach my people and prepare them. Þetta eitt af herráðunum sem að Drottinn sagði, kendu fólkinu mínu og undirbúðu þau. Some of us are bold enough to stand on that day. Sum okkur nógu djörf til að standa uppi á þeim degi. Some of us are bold, but you're not called to stand in the front line. You'll be the support base, second, third, and fourth. Sum ykkar hafa djörfunguna en þau eru ekki kölluð til þess að vera í fremstu línu, heldur kannski stuðningu fyrir aftan. Some of you are very good in cooking, so you cook for the soldiers. Sum ykkar eru mjög góð í elda, þess vegna eru það elda fyrir hermennina. All of us will do something for Jesus on that day. Hvert og eitt okkar gerir eitthvað fyrir Jesú á þeim degi. Hallelujah. All of us will do something. Við munum öll gera eitthvað. Are you ready to go into the word? Eru þið tilbúin að koma inn í orðið? The Bible says in verse 1, concerning the Ammonites, thus says the Lord, has Israel no sons? Has he no hair? Why then has Milcom, or Molech in some of your translation, dispossessed God or Gad, his people settle in his cities? Ammonita, svo segir Drottinn, á þá Ísrael enga sonu eða á hann enga erfingja. Hví hefur Milkom ert Gað og hví hefur líður hans sest að í borgum hans. Now, prophetic preaching means the Lord must explain to us the Old Testament. Spámáli kennsla þýðir að Drottinn þarf að útskýra fyrir okkur orð hans í Gamla testamentinu. That is why generally we don't like the Old Testament side. Þess að svona almennt séð þá líkar okkur ekki vel við Gamla testamentinu. Because how do we preach that prophetically? Þess að hvernig predikum við þetta spámanlega? And that is why we need the Lord to teach us His word. Þess vegna þurfum við á Drottni að halda til að kenna okkur orð sitt. Amen. Amen. Now some people say, but God is not teaching me anything. En sumir segja, Guð er ekki að kenna neitt. Do you love Him? Elskar hann? Do you want to know more? Þráir að vita meira? Then come and ask Him. Þannig að komdu og spurðu hann. Amen. Amen. Don't keep reading historical books all the time. Ekki halda hann að lesa sögulega bækur stöðugt. Ask the Lord. Spurðu Drottinn. Then research. Og síðan skaldu fara í rannsókn. Amen. Amen. So here you find there is a judgment on Ammonites. Hérna sérðu að það er dómur yfir Ammonítum. But who are the Ammonites? En hverjir eru Ammonítanir? Remember, we are now talking about the end time
war strategies. Munið eftir, við erum núna að tala endatíma hernaðar aðgerðir. What is the devil trying to do? Hvað djöfullinn að reyna að gera? Is to bring sin and disobedience inside the church. Hann að reyna að koma með synd og óhlýðni inn í kirkjuna. So that the church will be defeated, they will not be able to stand. Þannig að kirkja muni verða sigruð og muni ekki geta staðið upprétt. So you find, who are the Ammonites? Þannig að þú finnir út hverju eru ammonítanir. Remember the incest that took place between Lot and the two daughters. Já, Lot's mannst wife. eftir Lot sem að svaf hjá tveimur dætrum sínum. One son was called the Ammon and the other fellow was Moab. Annar hét Ammon og hinn hét Móad. Right till the end, they were bitter enemies of Israel. Alveg fram til loka þá voru þeir miklir óvinir Ísrael. There was no peace at all. Það var engin friður til staðar. And so God will judge the sin of Ammon. Þannig að Guð mun dæma synd Ammon. How do you relate that spiritually? Hvernig getur þú komið þessu fram andlega? Whenever the demonic spirits of Ammon is at work, Þegar djöfulegu andar niður á bakvið Ammon að starfa, the sin of incest, sexual sins will enter the church. þá mun kynferðisleg synd koma inn í kirkjuna. Are you listening? Er það að hlusta? Sexual sins will just enter the church to pollute the faithful ones. Kynferðisleg synd mun koma inn í kirkjuna til þess að spilla fyrir hinum sem eru trúfastir. You know, it's amazing. Orðið er ótrúlegt. The world also has all these problems, Heimurinn hefur öll þessi vandamál, but nobody runs away from the world. en það er enginn sem hleypur í burtu frá heiminum. But the moment there is one problem in the church, they run away from the church. En leið og kemur upp eitt vandamál innan kirkjuna og þá hlaupa allir í burtu frá kirkjunni. Our children will use the same theory and say, I'm not coming because there is sin in the church. Börnin okkar munu nota sömu kenningu en þau segja að það er syndin í kirkjunni, ég ætla ekki að fara í kirkju. The enemy will twist their mind and bring that anger and hurt against the house. Óvinurinn mun spilla huga þeirra og koma inn með særindi og reiði í huga þeirra. It's amazing we can forgive all our friends who do stupid things, but we cannot forgive people inside the church. Það er merkilegt að við getum fyrirgefið vinum okkar sem gera alls konar heimskulega hluti en við getum ekki fyrirgefið fólk innan kirkjunar. Because the sin of the Ammonites will work against the church. Þess að synd ammonítana mun vinna gegn kirkjunni. The second problem of the sin of Ammon, Annað vandamál við synd Ammon, always giving wrong ideas and suggestions. er stöðugt að koma með rangar hugmyndir og uppástungur. Not God's ideas, but wrong ideas. Ekki hugmyndir Guðs, heldur rangar I'll hugmyndir. give you an example. Ég ætla að gefa þér dæmi. I want you to think carefully. Vil að við hugsa vel þetta. There was no other good man in the Bible during the time of Abraham. Á tíma Abraham það var engin annan góður maður. So the daughters of Lot says, you see, there's no other good man. Þannig að dætur Lót segja að það er engin annar góður maður til staðar. There was some good man in Sodom and Gomorrah, now God flattened the country, is gone. Það voru ykkur góður menn í Sódom og Gómoru og Guð þurrkaði það út. So let's put our father to drink and get him drunk. Þannig að við skulum hella pappa okkar fullan. Let's go and sleep with him in the night so that we will have children to bear. Svo skulum fara að sofa hjá honum í nóttina þannig að við munum bera börn. You see, every idea seems like a good idea. Sérhver hugmynd gæti lítið sem góð hugmynd. But you got to judge it by the fruit, En þú verður að dæma hana út frá ávöxtunum. not by the beginning. Ekki út frá upphafinu. When you think about the fruit, you know whether the idea was right or wrong. Þegar þú hugsar ávöxtin þá veistu hvort að hugmyndin var rétt eða röng. God knows how to tell the girls, go to another city, there are some good men there. You see, God knows. Guð veit að það er þetta að segja við þessar dætur hans að fara í aðra borg og það eru góðir menn þar. But many times, when instead of waiting for God, we create new problems called the Ishmael problem. Og í staðan fyrir að bíða eftir drotti þá búum við til ný vandamál sem kallast Ísmael vandamál. You think about the Abraham fella. Hugsaðu Abraham. When I've met him once, but I want to ask him other questions when I see him there. Mér langar að spyrja hann annara spurninga þegar ég hitt hann. Okay, are you ready? Eru þið tilbúin? God told Abraham, you'll have a child.
Guð sagði Abraham, þú mátt eignast barn. He told God, how is it possible? Hann segir við Guð, hvernig er það mögulegt? I am very old. Ég er mjög gamall, It cannot be done. þetta er ómögulegt. He told his wife. Hann sagði við konuna His sína. wife was laughing away. Konan hló mikið að. Correct? Rétt. Hey, are you all reading the Bible? Yes or no? Eru þið að lesa Biblíuna, já eða nei? Okay. So now his wife says, Þannig að kona hann segir, you go and sleep with my maidservant. farðu og sofðu hjá þrælnum mínum You'll have a child. og þá mátt eignast barn. Why did not Abraham say, but I'm old, I cannot? Akkur sagði Abraham ekki bara, ég er gamal og ég geti þetta ekki. This fella never say anything. Þessi maður sagði ekkert. He just went and slept. Hann bara fór og sá hjá henni. Abraham, you're very confusing, bro. Abraham, þú er svolítið rugglingur í kringu þig. You should have just said, no, I cannot. Þú hefur átt einfallega að segja, nei, ég get það ekki. Husband and wives, I want to tell you something. Eiginmenn og eiginkonum er langar að segja ykkur svolítið. Sometimes both are not in the same frequency. Stundum eru þau ekki bæði á sömu tíðninni. But that shouldn't stop you from following God. En það á ekki að stoppa þig frá því að fylgja Guði. Following God is different from obeying God. Að fylgja Guði er annað heldur en að hlýða Guði. We all follow, Við fylgjum öll, me, my wife, my children, all follow, ég, eiginkonu mín og börnin, við but we fylgjum öll, obey at different time zones. en við hlýðum á mismunandi tímalínu. Are you listening? Er það að hlusta? If you wait for everybody to obey, the whole family will stop following Christ. Ef þeir eru að bíða eftir að allir fara að hlýða, þá mun fjölskyldan hætta að fylgja Guði. And that is why the enemy, the sin of Ammon, has stolen families from walking by faith. Það er þannig sem óvinurinn og synd Amon hefur tekið fjölskyldunar og tekið frá því að ganga í trú. If your spouse don't believe, pray, but keep following God. Ef makiðin trúir ekki, halda áfram að biðja en halda áfram að fylgja Guði. Your children don't believe, pray, but keep following God. Börnin fylgja ekki Guði en byttu og halda þú áfram að fylgja One day Guði. the Spirit of God that is coming on you will come on your family and God will touch them. Einn dag þá mun andi sem er yfir þér mun fara yfir fjölskylduðina og Guð mun snerta við þeim. Hallelujah. Halleluja. If not, we will end up like these daughters, Ammonites and the Moabites will come. Annars munum við enda upp eins og þessar dætur Amonítum og Móhamítar myndu koma yfir. Wrong decisions will give birth to Ishmael problems. Rángar ákvarðanir fæða fram syndir Ísmael. And then you have to deal with that till the day you die. Og síðan þarf þetta eiga við það fram á dánardag. Listen carefully. Hlusti vel. God told Abraham, Guð sagði við Abraham, your seed will be like the sand of the world. sæði þitt verður eins og sandur heimsins. It doesn't matter who you're going to sleep with. Það skiptir ekki máli hjá hvernig þú sefur. They will multiply. Þau munu fjölfaldast. To the children of God, us. Börnum Guðs okkur, The book of Psalms chapter 1 says, Sálmur kapli 1 segir, if you shall meditate on the word, if you shall meditate on the word, við að hugleiða orðið. you will be blessed. Þú fund hljóta blessun. Everything you do will prosper. Allt sem þú gerir mun ná velgengni. Amen. Everything, Allt. including wrong things, Líka röngu hlutinir. it will prosper. Það mun ná árangri. So you better be careful, don't touch the wrong things. Þannig að þú skalt passa þig, ekki snerta við röngu hlutunum. If not, you have to deal with those problems later. Ef ekki, þá myndir þú að eiga þessi vandamál setna. You see, this is God's war counsel. Þetta er hernaðarráð Guðs. The sin of Ammon will try to destroy spiritual heritage. Synd Amon mun reyna að útrýma andlegri arfleið. They will try to separate you from the walk of faith. Þau mun reyna að aðskilja þig frá trúargöngu. Anger and jealousy against the anointed people. Reiði og öfinsýki gagnvart hinu smurðafólki I proved the point. sem hafa samþykkt. Look at the scripture. Líttu á reikninguna. Has Israel no sons? Á þá Ísrael enga sonu Has he got no heritage? eða á hann enga erfingja.
You see what the spirit of Ammon will do? Sjáu hvað andi Amons gerir. It will steal your spiritual heritage. Hann mun stela andlegri arfleið þinni. The parents all will be here, but our children will be challenged. Foreldrarnir verða hér en það verða áskorun fyrir börnin okkar. Guys, listen to me. Hlustið á mig. Church is not just for us. Kirkjan er ekki bara fyrir It's okkur. for our children. Hún er fyrir börnin okkar. Hallelujah. Halleluja. We cannot say, what is the church teaching and doing things for me? Við getum ekki sagt hvað er kirkjan að gera og kenna fyrir mig. We must build the church for the future. Við verðum að byggja kirkjuna fyrir The framtíðina. future generation must be here. Framtíða kynslóðana verða að vera Our hér. children must love to come to the house of God. Börnin okkar eiga að elska að koma í hús Guðs. Do you know how? Vitið þið hvernig? Because when they see you being touched by God, Þannig að þau sjá þig vera snert af Guði. when they see you worshiping, Þegar þau sjá þig tilbyðja. when they see you filling by the power of the Holy Spirit, Þegar þau sjá þig vera uppfullan heilum anda. God will draw your children to the house. Þá mun Guð draga börnin til í húsið. Hallelujah. Halleluja. That's the only time they will know I am missing out. Það er eina skipti sem þau geta vita að þau sé að missa af ykkur. Amen. Amen. I told my children, Ég sagði við börnin mín. one day you'll be proud that I'm running after Jesus, man. Einn dag þá verður þið stolt af því að ég er að hlaupa eftir Jesú. I'm not stopping for anyone. Ég ætla ekki að stoppa fyrir neitt mann. Jesus died for me. Jesús dó fyrir mig. I'm not stopping for anybody. Ég er ekki að stoppa fyrir neinum. I told my children, you got to catch up with me. Ég sagði börnum þið verður bara að ná mér. The older I grow, the brighter I will burn. Og þau vita að þið bjartara sem við brenni. Are you following? Er það að fylgjast með? Ah, bro, I don't need your candle. Ég þarf ekki að þínu kerta My halda. candle is big enough to burn. Kerti mitt er nógu stórt til að brenna. Amen. Amen. I pray this afternoon I share that burden and passion with you. Ég byrði í dag að ég mun deila þessari byrði og þessari ástriðu til ykkar. Not that you don't have, Ekki að þið hafið þetta ekki, but we have to use one candle to burn the other candle and burn the fire for Jesus. en við verðum að nota eitt kerti til þess að kveikja á næsta kerti og fá eld fyrir Jesú. So the spirit of Ammon challenges problem number 2. Andi Amons áskorun nummer 2. To steal spiritual heritage. Að stela andlegri arfleið. Are you following? Er það að fylgjast með? The survey has been done. Það er búið að rannsaka það. We lose our children when they go to college. Við töpum börnunum okkar þegar þau fara í framhaldsskóla. Because there in the college, they are taught how to question God. Menn þess að í framhaldsskóla þá er þeim kent að koma spurningar Guð. They are taught evolution Þeim er kent þróunarkenningin and philosophy of confusion. og heimspeki og svona rugling, alls konar rugling. So now is the challenge. Þannig að nú kemur áskorunin. Are you ready? Er þið tilbúin? Why are we not preparing our children before they go to Af hverju erum við college? ekki að undirbúa börnin okkar áður en þau fara í framhaldsskóla? Why are we not teaching the philosophy of God? Af hverju erum við ekki að kenna Guðfræðinni Guð? Why are we not teaching how God created things? Af hverju erum við ekki að kenna það hvernig Guð skapaði hlutina? We are not teaching our children the truth, so they go to college, they get disoriented. Við erum ekki að kenna börnunum okkar sannleika og þau fara í framhaldsskóla og fá aðra kennslu. Because the spirit of Ammon is waiting for that spiritual heritage to come outside. Þess að andi Amos er að bíða eftir að þessi andlega arfleið komi. Amen. Amen. We must be prepared before the devil does things. Við verðum að vera undirbúin áður en að óvinnur ræðst inn. We have to talk wisdom and understanding to our children. Við verðum að kenna visku og skilning til barn okkar. Galatians chapter 3 and verse 29 says Galatabrifið 3:29 segir that if you are Christ, then you are Abraham's offspring, heirs according to the promise. en ef þér tilheyri Kristi þá eru þér niðjar Abrahams erfingjar eftir fyrirheitinu. I want to ask you a question today. Mér langar að spyrja ykkur spurningu í dag. I want you to look at one verse. There are many verses, but one verse, John chapter 8, verse 35. Mér langar að líta á eitt vers í Jóhannes 8:39 í 35. I'm talking about spiritual heritage. Ég er að tala andlega arfleið. I checked on Iceland Christianity. It is on 50.2.
declining rate, it's going downwards. Ég var að skoða hérna varðandi kristni á Íslandi og hún er sem sagt 50,2 og hún er að lækka. Remember, Jesus died for Iceland. Þið munið að Jesús stóð fyrir No Ísland. way this rate is going to go down. Að við ætlum ekki að samþykja að þetta fari svona niður á We við. heard about Joel's prophecy. Við heyrðum The spádóm Spirit of Jóels. God will stir. Andi Guðs mun Our hrista children upp. will find Jesus. Börnin okkar muni finna Jésu. A revival will work out in the college. Vakning mun koma í framhaldsskólana. God will anoint Moses, Gideon, Daniel in the college and raise them up. Guð mun smyrja Móse, Gideon og Jóel í framhaldsskólanum og reisa hann upp. Hallelujah. If he cannot find any man, he will do it himself. Ef hann finnur engan einstaklinga þá gerir hann þetta sjálfur. There are many things we won't believe if I tell you. Það eru margir hluti sem þið myndu ekki trúa ef ég myndi segja ykkur það. Can I tell you one more? Má ég stela með ykkur einu í viðbót? You must believe. Þú verður að trúa. The problem with the church, everything you do, oh, we don't believe. Vandamáli með kirkina er allt sem þú heyrir, þú bara, ég trú ekki. Bro, this building is a building of believers. Þessi bygging er bygging fyrir trúaða. The outside is unbelievers. Það sem er fyrir utan er nú antrúðu. Amen. Amen. I was brought into Iraq. Ég var farið með mig til Írak. I was praying and I opened my eyes and I was there. Ég var að biðja, ég opnaði augun og þá var ég þar. And I saw a group of angels. Og ég, They were dressed like local people. og ég sá hóp engla sem voru klæddir eins og innfættir. Then I saw our Lord Jesus. Sér sá ég drottin Jesú. He was dressed up like a local person. Og hann var líka klæddur eins og innfættir. And the angel said, follow the Lord. Og englarnir voru að fylgja drottni. So I'm following him and he is going to people's houses. Og ég eldi hann og hann er að fara í hús fólks. Opens the door Opnar and dyrnar. preaches to them that I am Jesus Christ of Nazareth. Hann opnaði dyrnar og predikar fyrir þeim, ég er Jesú Kristur. Oh, I couldn't take it. Ég gat ekki höndlaði þetta. Jesus has not stopped preaching. Jésús er ekki hættur að predika. He has not stopped speaking Hann er ekki hættur að tala. to places where nobody else can go. He supernaturally will appear and preach to them. Á stöðum þar sem engin annar getur farið inn á þá kemur hann með yfirnáttúrulega máta og kemur og tala til þeirra. Hallelujah. If the church doesn't obey, he will come. Ef kirkjan hlýðir ekki þá mun hann koma. That is why in the countries of the world, no matter how tough the law is, there will always be the child of God there. Sama hversu lögin eru erfið í ákveðnum þjóðum þá er það alltaf badguðs getur alltaf komið þar inn. There will be supernatural conversions. Það verður yfirnáttúrulegar frelsanir. Peter warned us. Pétur sagði okkur, Some of us have entertained angels secretly. sum okkar hafa mætt englum á þess að vita það. So many more miracles are going to take place. Það eru fullt af fleiri kraftverkur sem mun eiga sér stað. You look at John chapter 8 verse 35. Ef þú horfir á Jóhannes 8:35, The slave does not remain in the house forever. The son remains forever. 8:35, en þrællinn dvelst ekki aldur í húsinu, sonurinn dvelst þar aldur og ævi. So you got to make a decision today. Þú ert að taka ákvörðun í dag. Are you the slave or are you the son? Ertu þrællinn eða ertu sonurinn? Are you coming to church like a slave all the time? Kemur þú stöðu til kirkju eins og þræll Drag your head and come. og þú ert niðurlútur. When the preaching starts, you can't, oh, what time is going to finish? Þegar predikur byrja þá bara, klukkan hvað er þetta búið? Your body gets tired, oh, they're all the time talking. Líkaminn verður þreyttur og bara, er það ekki að vera hætt að þessu tali? Your spirit is hungry, Andiðinn er hungraður, but your flesh is rebelling against the truth. en holdið þitt er að berjast gegn sannleikanum. That's what slaves do. Það er það sem þrælar gera. But the sons and daughters, they enjoy the presence of God. En synir og dætur þeir njóta nærveru Guðs. See, God is reminding us, Guð er að minna okkur á. you got to be a son in the house of the Lord if you want to remain
till Jesus comes. Þú verður að vera sonur í húsi drottins ef þú vilt endast þar til Jesús kemur. So Jesus says, so if the Son sets you free, you'll be free what? Og Jesús segir ef að sonurinn setur þig frjálsan þá ertu sannarlega frjáls. You know who can say that? Only sons and daughters can say. Það eru bara synir og dætur sem geta sagt þetta. Slaves don't know how to say all this. Þrælar veit ekki hvernig þeir að segja They þetta. will always feel they are under bondage. Þeim líður alltaf eins og þau séu bundnir. So today I want to ask you this question. Í dag vil ég spyrja þessa You spurningu. are in the church. Þú ert í kirkjunni. You are in the house of God now. Þú ert inn í húsi Guðs If there núna. are other areas in your life you feel that you are in bondage, today is the day you need to be free. Ef þú upplifir að þú ert bundin af einhverju sviði í lífiðinu þá er þetta dagurinn fyrir þig til að vera settur You frjáls. tell Jesus, I don't want to follow you from far. Þú ætlar að segja við Jesú, ég ætla ekki að fylgja þér langt frá þér. I want to be part of you. Ég vil vera hluti af I want to be þér. your son and I your daughter. Ég vil vera sonur þinn og dóttir þín. Hallelujah. Halleluja. You cannot come, listen carefully, guys. Hlusti vel. You cannot come to this ministry. Þú getur ekki komið til þessara þjónustu. It's very important you say exactly I say. Huh? Ja. You cannot come to this ministry Þú getur ekki komið inn í þessa þjónustu with a religious mentality. með trúræknis hugarfar. You must come to this ministry as a son and as a daughter. Þú verður að koma inn í þessa þjónustu sem sonur eða dóttir. Amen. Amen. Because religious mentality will keep you in bondage. Þess að trúræknislegt viðhorf mun halda þig bundnum. Only sons and daughters will experience freedom. Það eru bara synir og dætur sem munu upplifa frelsi. Amen. You cannot be quiet in this place, man. Þú getur ekki hljóður á þessu stað. But in religious church, you have to be quiet. En í trúrækniskirkjum þá verður það að vera hljóð. You don't talk to me, I don't talk to you. Þú talar ekki við mig, ég tala ekki við þig. Actually, I think people like to go to that kind of church. Ég heldur að fólk líki að fara í þannig kirkjur. Husband and wife don't talk to each other, they are quiet. Það þurfa eiginmenn og eiginkonur ekki að tala saman They go home and then they start arguing. og síðan fara þau heim og byrja að rífast. In the church, they are so quiet and peaceful. Í kirkjunni þá er þau svo hljóð og friðsamleg. It's funny, bro. Það er svolítið fyndið. But the truth is, En sannleikurinn er sá. the Lord told me, Drottinn sagði við in mig. every church and denomination, He will manifest His glory. Hann sagði við mig að í hverri kirkju og trúarhreyfingu mun hann opinbera dýrð sína. So I don't look down on these fellas. Þannig ég er ekki að horfa niður á þessu einstaklinga. They will catch up with us. Þau munu ná þessu. They will see the glory of God and they will change. Þau munu sjá dýrð Guðs og umbreytast. Are you learning something? Er það að læra eitthvað? Look at the scripture about Ammon again. Lítið aftur á ritningunum Amon aftur. Number one, he's trying to bring confusion in our lives. Númer 1, hann er að reyna að koma ruglingin í líf okkar. Number two, he's trying to steal our spiritual heritage. Í öðru lagi þá er hann að reyna að stela andlegri arfleið okkar. There are some young daughters who are not married yet. Það eru sumar unga dætur sem er ekki ennþá giftar. Marry the right person. Þú þarf að passa að giftast réttum aðeina. Wait for God to send you the right person. Býttu eftir Guð að senda þér réttan einstakling. You marry the wrong person and a new Ishmael will come into your family. Ef þú giftist röngum einstakling þá kemur nýr Ismael inn í fjölskylduðina. We are living in these end times. Við erum að lifa á þessum enda tímum. Amen. Amen. I want you to see problem number 3. Ég vildi sjá vandamál nummer 3. Why then has Milcom dispossessed God? Hví hefur Milkom ert Gað? God is asking this question. Guð er að spyrja svo spurningu. First he talked about the Ammon, Fyrst talar hann Amon, but now he's talking about a king who's also worshipped as God. og nú er hann að tala konung sem var líka tilbeðin sem Guð. So now we have to question who is Milcom or who is Molech. Þannig að núna þurfum við að spyrja okkur hver er Milkom og hver er Gað. Molech is a god worshipped in the Old Testament where they sacrifice the firstborn children, throw them to the fire. Milkom var tilbeðin í Gamla testamentinu þar sem frumburður var fórnað frammi fyrir honum. That demonic spirit will cause spiritual barrenness. Þetta djöfulega andavald veldur því að þú nærði ekki að fæða fram. We will pray, we will serve God,
but we will have no souls in the church. Við munum biðja og við munum þjóna Guði en við fáum enga sálir inn í kirkjuna. We will reach out to people, but nobody will accept Christ. Við munum fara út og reyna að ná til fólks en það er enginn sem tekur við Kristi. Guys, remember what Jesus said. Munið það sem Jesús sagði. Before you can do evangelism, Áður en þú getur fara í you trúboð, must bind the strong man. þá verður að binda sterka mannin. Amen. Amen. You must bind the strong man. Þú verður að binda sterka mannin. I want to remind us, Mér langar að minna okkur á. those who are pure will see God. Þau sem eru hreinmunir sjá Guð. Only the godly can bind an ungodly spirit. Bara henni guðlegu geta bundið óguðlega anda. When the ungodly people bind an ungodly spirit, nothing happens. Þegar óguðlegt fólk reynar að binda óguðlega anda þá gerist ekkert. That is why sometimes when people pray, nothing is happening. Þess vegna er það stundum þannig þegar fólk er að biðja og það gerist ekkert. Because God is calling us to one level up. Þess að Guð er að kalla okkur að fara einu leveli herra. You see, today we are handling every demonic power that is coming against Iceland. Í dag þá erum við að höndla sérkvært djöfulegt andavald sem kemur gegn Íslandi. Because during the time of this Nordic and the Viking fellows, bro, they kill innocent people. They created sacrifice to these gods. Þess að þessi norrlensku gaurar þeir eru að þeir drepa saklaust fólk og tilbiðja ranga Guði. Good job. Can anybody say good job for her, please? Getur ykkur sagt vel gert? Come, have some water first. You go and drink some water. Thank you. I'm telling you, man. I hope next year you still invite me, just not her, you know. Ég vona að þið bjóði mér aftur á næsta ári, ekki bara henni. What does Molech do? Hvað gerir Milkom? It will steal your spiritual authority and your calling. Það mun stela andlega yfirvaldið þínu og köllun. The Lord showed me. Drottinn sýndi mér. He said, read 1 Kings chapter 11. Hann sagði, lestu í fyrir konungsbréf bók 11. Do you know what King Solomon did? Vitið hvað Salomon konungur gerði? He sacrificed to the altars of Molech Hann fórnaði á altari Milkom through his wives. í gegnum eiginkonu sínar. In 1 Kings chapter 3 verse 3, Í fyrir konungabók 3. kapla Solomon versi 3. loved the Lord with all his heart. Salomon elskaði drottin af öllu hjarta. In 1 Kings chapter 11 verse 3, Í kapla 11 versi 3. Solomon will love the gods of his wives. Salomon elskaði Guði kona sinna. He began tolerating the gods of his wives. Hann byrjaði að samþykja Guði kvenna sinna. Instead of listening to what his father told him, he listened to what the wives are telling him now. Í staðan fyrir að hlusta á það sem faðir hans hafi kennt honum, þá byrjaði hann að hlusta á hvað eiginkona hans voru að kenna honum. Every husband will listen to his wife, that's okay. Það er allt í lagi að hverja eiginmaður hlusta á konuna sína, But you cannot follow other gods. en þú mátt ekki fylgja öðrum guðum. Are you listening? Eru það að hlusta? But this fella did it. En þessi hver gerði það? Every high mountain, he set up a temple for Molech. Á öllu háum fjöllum þá sett hann upp musteri fyrir Milkom. Are you ready for the revelation now? Eru þið tilbúin fyrir opinberunina núna? Yes? Já, Yes or no? já eða nei? Solomon was David's son. Salomon var sonur Davíðs. Every time you sacrifice to Molech, your sons will be taken away. Hvers skiptið sem þú fórnar frammi fyrir Milkom, þá verða syniðinni teknir í burtu. Solomon was taken away. Salomon var tekinn í burtu. The spirit of Molech is running after spiritual heritages. Andi Milkom er að hlaupa á eftir andlegurum arfleiðum. And that is why today we fight not for only ourselves, but for our children. Þess vegna erum við ekki að berjast bara fyrir okkur sjálf, heldur líka fyrir börnum okkar. Parents, I want to encourage you. Foreldrar, ég vil hvetja ykkur. Your obedience will become a cry before the throne of God. Hlýðinni þín verður grátur frammi fyrir hásæti Guðs. God will be merciful to touch your children because of your obedience. Guð mun vera miskunnsamur og snerta við börnum þínu vegna þinnar hlýðni. Don't stop obeying God. Ekki hætta að hlýða Guði. Keep pressing forward. Halda honum að þrýsta þér áfram. The spirit of Molech
has no power over our children in Iceland. Andi Milkom hefur ekkert yfirvaldi við börnunum okkar á Íslandi. Hallelujah. Because God is raising up his army. Þess að Guð er að reisa upp hersinn. That is why I'm here. Þess vegna er ég hér. My job is to tell you what's happening. Verkefni mitt er að segja ykkur hvað er að gerast. We are no longer blinded. Við erum ekki lengur blinduð. We have to stop saying, Jesus loves you, prophecy. Come on, stop it, bro. Við erum að hætta að segja Jesús elskar þér og spáðu mér. I don't need, I know sometimes we are broken, we need it. Ég veit að stundum erum við niðurbrotin og við þurfum á því að halda. But you don't need it every day. En þú þarft það ekki hverjum einasta degi. Even if I doubt in my mind, my heart says, Jesus loves me, this I know. Þrátt fyrir að sé ef í huga mínum þá segir hjarta mitt Jesús elskar mig, ég veit það Somebody vel. shout hallelujah. Einhver hrópar halleluja. The devil has no way to plant that doubt in me, man. Óvinur hefur enga leið að sá efa í huga mínum. You ask the fellow who's sinning. Spurðu einstaklingi sem er að synga. You ask the fellow who's backslidden. Spurðu einstaklingi sem er fallin frá. Inside the corner of their heart, they know Jesus loves me. Innstinn í hjarta þeirra þá vita þau að Jesús elskar þá. So it's time to upgrade our walk with God. Þannig að það er komið tími til að uppfæra göngu okkar með Guði. It is time to mature in the house of God. Það er komið tími til að þroskast í húsi Guðs. Hallelujah. Halleluja. Sometimes my wife will ask me, Stundum spyr kona mín mig, do you love me? elskarðu mig? I say yes. Ég segi já. Afternoon, do you love me? Og seinni partinn, elskarðu mig? I say yes. Ég segi já. Evening, do you love me? Kvöldið, elskarðu mig? I say yes. Ég segi já. But you didn't say. En þú sagðir það ekki. So sometimes I'll say, I love you 100 times today. Þannig að stundum þá segi ég elska þig 100 sinnum sama daginn. And sometimes she will ask me or I will ask her the same. En stundum þá spyr hún mig eða ég spyr hana sama hlut. But I don't have to ask God 100 times. En ég þarf ekki að spyrja Guð 100 sinnum. He loves me. Hann elskar mig. He took the cross for me. Hann fór á krossin fyrir mig. He's coming back for me. Hann er að koma aftur fyrir It mig. is time to take the weapons of our warfare. Það er komið tími að við tökum vopnin fyrir her okkar. Hallelujah. Are you still hungry? Next one. Er það ennþá hungri eftir næsta? You see, now the Bible says the spirit of Molech is not only a god, he's also a king. His name is Milcom. Og Biblía segir að andi Milkom er ekki bara Guð heldur en konungur. It's almost like the Viking gods. Það er eiginlega eins og víkingaguðinir. They're all kings, but they became gods. Þeir eru allir konungar en þeir urða guðum. You go into India, you also have the same problem. Þú fer til Indlands og þú hefur sama vandamál. Many kings have become gods. Margir konungar hafa orðið að guðum. You go to India, some Indian, how do you say, the actors, actresses, they build temples for them. Og það er indversku leikarannir og leikonar, það er byggt musteri fyrir þau. The actors are still alive, but they have temples praying to them. Leikarannir er ennþá á lífi en þau eru með musteri til þess að biðja til þeirra. Demonic spirits will come and fill the temple. Djöfulegir andar munu koma og fylla þetta musteri. Are you listening? Er það að hlusta? And so this guy is also a king. Þannig þessi gaur er líka konungur. So now we have lesson number 4. Þannig núna hefur kennslu nummer 4. God is keeping our church ready to fight territorial spirits. Kirkjan er að vera undirbúin að berjast The kings will have territories. valdi á landfræðilegu valdi. The Lord Jesus is reminding us. Drottinn Jesús er að minna okkur á. I am the King of Kings. Ég er konungur konunga. I am the territory. Ég er sá sem er með yfirráðasvæði. The earth belongs to me. Þetta tilheyrir mér. Hallelujah. Hallelujah. Jörðin We tilheyrir have mér. to remind ourselves. Við þurfum að minna okkur sjálf. You're not following a God. Þú ert ekki að fylgja Guði. You're following the King. Þú ert að fylgja konungnum. You're following the King. Þú ert að fylgja konungnum. Every place the sole of your foot will touch, it belongs to you. Hvar sem að fóturinn snertir jörðina, það Therefore, tilheyrir don't þér. stay at home all the time. Go and claim the authority and the territory for Jesus. Þannig ekki vera alltaf fastur heima og heldur farðu út og taktu landsvæði. Hallelujah. We cannot just keep on prophesying
to one another. Við getum ekki bara haldið áfram að spá fyrir hvert öðru. The gifts of the Holy Spirit is given to touch the world, Gjafir heila sandur eru gefna til að snerta við heiminum. not to impress you. Ekki til að heilla ykkur. Are you with me? Heyrið þið? I wanted to think about that, bro. Þetta hugsa þetta. One time I was taken in the spirit. Einu sem var ég tekin upp í andanum. I saw the body of the beautiful bride of Christ. Ég sá hana fallegu brúði Krists. Beautiful, glorious looking. Gullfalleg, dýrðaleg í útliti. And suddenly, Og skyndilega the bride takes out the phone þá tekur brúðurinn upp síman and is taking selfie. og að taka sjálfur. I say, what kind of a vision is this? Og ég var bara, hvers konar sýn þetta eiginlega? Why is the bride taking selfies Akkur er brúðurinn að taka sjálfur with the cross? með krossunum? And the Lord spoke to me. Og drottinn talaði til mín. Tell my church, Segðu kirkjunni, this is what they are doing when I give them the gifts. þetta er það sem þau eru að gera þegar ég gef þeim gjafinar. They are comparing to one another who is more anointed, Þau eru að metast það hver er meira smurður, who has more gifts. hver hefur fleiri gjafir. Instead of doing the work of the Lord, they are admiring themselves by taking selfies. Í staðan fyrir að gera verk Guðs þá eru að dásta sjálfur sig með því að taka sjálfur. They are promoting themselves more than lifting up the cross. Þau eru að lifta sjálfur sig meira upp heldur en að lifta upp krossunum. So today God is looking for his sons and daughters. Þannig í dag er Guð að leita að sjónum sínum og dætrum. You know, servants and slaves, they need attention all the time. Þjónar og þrælar þurfa stöðugt að fá athygli. But sons walk in an authority. En synir ganga í yfirvaldi. Hallelujah. Halleluja. Hallelujah. Hallelujah. Who are you going to be today? Hver ætlað þú að vera í dag? Be ready to fight. Verður tilbúin að berjast. But you see, the passage doesn't finish there. En þið sjáu, reikningin endar ekki þarna. Fourth one, I said, territorial spirit. Í fjórðalagi yfirráðasvæði. But here the question is, En hér er spurningin. he went to dispossess the tribe of God. Hann fór til þess að leysa ættbálk Guðs. Oh, sorry. To overcome, conquer Já, God. Okay? til þess að sigra ættbálk Guðs. That's what my question is. Gaðs, fyrirgefið. Why Ætt Guðs. is he running after this tribe? Af hverju er hann að hlaupa eftir þessum ættbálk? So you got to go back and study Bible history, you see. Þið verður að fara aftur og skoða biblíulega You sögu. see, the tribe of God are tribe of warriors Ættbálk Gaðs var ættbálkur hermenna who have lost their direction. sem höfðu tapað tilgangi sínum. So territorial spirits will come and fight stronger churches. Það andavald landsvæða kemur og berst gegn sterkum He kirkjum. will show its power to conquer you. Þeir munu sína kraftin til þess að sigra þig. That is why we must fight. Þess vegna verðum við að berjast. We must push. Við verðum að íta We áfram. must fast and pray Við verðum að fasta og biðja and seek the Lord together. og leita drottin saman. We cannot be lazy spiritually Við getum ekki verið löt andlega. because the enemy is looking for the sleeping church. Þess að óvinnurinn að leita að sofandi kirkjum. The enemy is looking for the church that has lost the oil. Óvinnurinn er að leita að kirkjum sem hafi tapað olíunni. Because the territorial spirits are trying to claim Iceland. Með þess að andavald yfir landsvæðum er að reyna að ná að sigra, taka yfir Ísland. What to do? The word dispossess means take off your armor. Þetta þýðir að taka burtu herklæðið þín. So you will feel naked. Þannig þið líður eins og sért nakin. Without your weapons, you feel you're nobody. Án vopnanum þeirra þá líður þið eins og þú sért engin. Many warriors have lost their weapons. Margir hermenn hafa tapað vopnum sínum. And so God wants to re-weaponize you. Þannig að Guð vill koma með vopnin aftur til þín. God wants to arm the church. Guð vill klæða kirkjuna herklæðum. Amen. Amen. There are many things I can tell you, but I'll show you one thing. Það eru margir hlutir sem ég get sagt þér, ég ætla að sýna ykkur eitt hlut. Are you ready? Eru þið tilbúin? Psalms chapter 1, verse 3. Sálmur 1, vers 3. It's not part of my notes, but the Spirit of God has been stirring me from just now. Þetta er ekki hlut af glósunum mínum, en Andi Guðs er búin að vera hristið það upp í mér. Psalms chapter 1 and verse 3. Sálmur 1, vers 3. The Bible says, when you shall meditate
verse 2 says, you shall delight in the Lord. Vers 2 segir, hefur yndi á lögmáli drottins You will meditate on his law day and night. og þú hugleiðir lögmál hans dag og nótt. You know what is verse 3? Hvað segir vers 3? He's like a tree Hann er sem tré, planted by the waters. gróðusett hjá rennandi lækjum. When you meditate on the word, Þegar þú hugleiðir orðið, you are translocated in the spirit. þá ertu færður til í andanum. You are in Iceland, Þú ert á Íslandi, but your spirit man is by the streams of living water. en andiðin er við lækir lifandi vatns. There you are growing. Þar ert þú að vaksa. There you are being nurtured by God. Þar ert þú að fá næringu frá Guði. There the angels will come and minister to you. Það er þar sem englarnir koma að þjónusta til því. You are in Iceland. Þú ert á Íslandi, Every church is dying, allar kirkjurnar að deyja, but your leaves are growing. en greinar þínar eru að vaksa. Hallelujah. Because your spirit man is not here, it is translocated. Þess að andlegi maðurinn er ekki hér, heldur hann búin að færast til. Everybody say nothing works for them. Það segja allir að það virkar ekkert fyrir þá. But you will say, everything I do will prosper. En þú segir, allt sem ég geri mun ná árangri. Everybody will say, I don't know why this country is coming down on me. Og það mun allir segja, ég veit ekki akkur þessi þjóð er að fara svona niður fyrir mig. But you are planted by the Lord in the streams of living water. En þú ert gróðursettur á drottni hjá lækjum lifandi vatns. Somebody say Einhver að amen. segja amen. Somebody say Einhver amen. að segja amen. That is why don't neglect this word. Þess að máttu ekki, þú verður að sinna orðinu. This word will transport you into the spirit world. Þetta orð mun færa þig inn í andlega heiminn. You'll be translocated to another dimension. Þú verður færður í aðra vít. God will show you the demonic spirits. Guð mun sýna þér djöfulegu valdið. In my mind, sometimes I have to struggle not to keep talking about the spiritual world. Það er oft sem að í huga mín þá er ég að ströggla við að tala ekki mikið um andlega heiminn. Not that you will doubt, Ekki til þess að þið munið efast, but I want to show you the word first. heldur langar mér að sýna þér orðið That fyrst, you will be anchored in the word. að þú verður staðfastur í orðinu. Amen. Amen. So now we know the demonic spirit is trying to take off all your weapons. Þannig núna veistu að djöfulega andavald er að taka öll vopnin af þér. You be a nobody warrior. Þú verður engin hermaður. You have no weapons to fight. Þú hefur engin vopn til að berjast með. That's what the word dispossess means. Það er hvað þetta orð þýðir að taka af. But God wants to encourage you again. En Guð vill hvetja þig á ný. We're going to take a break already. Við ætlum að fara að taka pásu. I can see angels dancing on your eyes. Ég sé engla að dansa yfir augum ykkar. I can see you are going into spiritual visions now. Ég sé að þeir eru að fara í andlega sýni núna. But I want to give you one victory verse before we stop. En við langar að gefa ykkur eina sigurritningu áður en við hættum. Amen. Amen. It is important. Það er mjög mikilvægt. Why is God doing that? Af hverju er Guð að gera þetta? And you look at verse 2. Ef þú horfir á vers 2, Therefore, behold, the days are coming, declares the Lord. sjá þeir dagar munu koma, segir drottin. I love that statement. Ég elska þessa yfirlýsingu. Behold, the days are coming. Sjá þeir dagar munu koma. Somebody shout amen. Einhver hrópa No amen. matter what you're going through, Sama hvort að gangi gegnum. behold, the days are coming. Sjá þeir dagar munu koma. No matter what is going through right now in Iceland, Þetta verk sem er í gangi nú á Íslandi. behold, the days are coming. Sjáðu þessi dagar munu koma. It's not a prophecy, declares the Lord. Það kemur spádómur Stephen lýsir didn't say drottin it. yfir. Stephen sagði þetta ekki. Declares the Lord. Það er drottin sem lýsir þessu yfir. Amen. Amen. Your faith is not in what I say. Trúðin fjallar ekki það sem ég segi. Declares the Lord. Það sem drottin lýsir yfir. You can forget me just like that. Þú getur gleymt mér rétt sem svona. But this promise declares the En Lord. þetta fyrir heitir lýsir drottin yfir. Hallelujah. When I will cause the battle cry to be heard Að ég læt heróp heyrast against Rabbah of the Ammonites, til Rabba, borgar Ammonita. it shall become a desolate mound, its villages shall be burned with fire. Og hún skal verða grjóthrúgu og dætunar eyðast í eldi.
The next line is the power line. Og næsta lína er kröftulína. Are you ready? Eru þið tilbúin? Then Israel shall dispossess those who dispossessed him, says the Lord. Og þá skal Ísrael erfa aftur erfingja sína, segir drottin. Hallelujah. Halleluja. Everybody who stripped you naked, Israel will go and strip them naked. Allir sem gerir þig sem nakindum, þá mun Ísrael koma og gera þá sem nakta. Every territorial spirit will lose its power in this church. Sérkvært landsvæðis andavald mun missa vald sitt í þessari kirkju. Everywhere you go, they will have to give in and you will walk through. Hvers að þú ferð þá verða þeir að gefa eftir og þú gengur í gegn. Hallelujah. Halleluja. If you want the anointing, you got to prepare yourself. Ef þú vilt smurningun þá þarfst að undirbúa sjálfa þig. You got to prepare yourself. Þú verður að undirbúa þig. I want to give you one testimony before we take a break. Mér langar að gefa ykkur eitt vitnisburð áður en við tökum pásu. When I finished my doctorate degree, Þegar ég kláraði doktorsgráðu mína, I told my wife I need to go for this 3-mountain motorbike ride. þá sagði við kona minni ég þarf að fara á svona 3 fjalla mótorhjólaferðalag. For 5 years I wanted to go, but I can't. I was studying. Í 5 ár hafði mér langað þannig ég gat ekki að ég var að læra. This is in Thailand. Þetta er í Tælandi. So from Singapore, I must fly to Thailand, and it is 1,800 kilometers. Og ég þurfti að fljúa frá Singapore til Tælands og þetta var 1800 kilometrar. It has 1,850 curves. Það var 1850 beigjur. It will take 3 days to complete. Þetta tók 3 daga að klára þessa ferð. So I told her I need to do this, man. Og ég sagði við hana, nú þarf ég að gera þetta. It's my graduation reward. Þetta er útskrift af velunin mín. She blessed me, go child. Hún blessaði mig, farðu barn. So I went for this trip. Þannig ég fór í þessa ferð. On the last day, I met a BMW group friend who lives there. Og á síðasta deginu þá hitti ég einn vin minn sem býr þarna. He said, you know, I will ride with you on the last day Og hann sagði, ég ætla að hjóla með þér síðasta daginn in Thailand. í Tælandi. I'll follow you down the mountain, Ég ætla að fylgja þér niður fjallið. but you must stop to this coffee shop. En þú verður að stoppa í þessu kaffihúsi. It's the most famous coffee shop. Þetta er frægasta kaffihúsið. We have been riding for 2 hours, man. Við vorum búin að hjóla í 2 klukkutíma. So I said, okay, we saw the shop, we stopped halfway the mountain. Og við sáum búðina og við stoppuðum á svona hálfra leið á fjallinu. I took off my helmet, Ég tók hjálminn af mér walking towards the shop. og ég var að gangi áttina að He búðinni. went in, Hann hljóp inn, I stopped. ég stoppaði. I said, I'm not coming here, bro. Og ég sagði, heyrðu, ég er ekki að fara hingað inn. The coffee shop of the witches. Þetta var kaffihús nornanna. My spiritual eyes was open. Andlegu augum mín opnuðust. They were standing everywhere. Þau stóðu allstaðar. It is a place where the witches gather. Þetta er staði þar sem nornirnar koma saman. I am totally thirsty. Ég er mjög þyrstur I need really a bad coffee og ride. ég þurfti nauðsynlega á kaffi að halda. So I didn't want to turn and look. I was looking this way. I was talking to God. Þannig ég vildi ekki horfa í þess átt, þannig ég sneri mig frá og var að tala við Guð. My friend called me. Vinur minn kallaði á mig He said, I'm not coming. og ég sagði, nei, ég er ekki You að go koma. ahead. Þú mátt fara. I was talking to the Lord. Og ég var að tala við drottin. He said, why are you down? Og hann sagði, af hverju niðurlútur? Why am I down? The Lord is asking Yeah. me, right? So I said, Lord, how to go? Og ég sagði, hvernig á ég að fara? The Lord, hey, listen, I'm only telling you one time. Don't do it again. Ég var að segja, bara að gera þetta einu sinni, ég ætla ekki að segja að gera þetta aftur. The Lord Jesus told me, Drottin Jesús sagði mér, turn around and look what is happening. snúði við og sjáðu hvað er að gerast. When I turn around and look, Þegar ég sneri mig við og horfi, all the witches walked away. þá voru alla nornirnar að ganga í burtu. You know what they said? Vitið hvað þið sögðu? The anointed one is coming, stand away. Hinn smurði er að koma, víki frá. I couldn't believe it. Ég trúði þessu ekki. I walked like a king and had my coffee, bro. Ég gekk inn eins og konungur og fekk mig kaffið mitt. I say, yeah, you better witches serve me now. Við skulum láta nornirnar þjóna mig núna. I only do it once. Ég gerði þetta bara einu sinni. I will not use that freedom again. Ég ætla ekki að nota þetta frelsi aftur. Because I did it ignorantly. Þess að ég gerði þetta og gera mig grein fyrir hvað er að gerast. God knows how to make the demons
bow when you walk in. Guð veit hvernig hann á að láta djöflana beygja sig þegar þú gengur inn. They have to give way when they are walking through. Þeir verða að víkja frá þegar þú gengur í gegn. Hallelujah. Halleluja. No harm, no danger can come near you. Það er ekkert sem getur komið fyrir þig og engin hætta sem getur komið nálægt þér. No weapon which form against you shall prosper. Engin vopn verða sigurvænleg gegn þér. Hallelujah. Halleluja. You know what the church do all the time? Vitið hvað kirkjan gerir stöðugt? If there is one witchcraft store in a mall, we stop going to the mall. Ef það er eitthvað svona stjarnar sem að er langt andavald þá hættum við að fara inn í þessa verslun. We don't exercise our authority. Við notum ekki yfirvald okkar. When I was walking past a shop in Australia, the witch called me to read my future. Þegar ég var að ganga á götu í Ástralíu þá var Nord sem kallaði mig og vildi spá fyrir framtíminni. I stopped and I said, okay, I will read yours, then I will read yours too. Og ég stoppaði og segi, já, ég les þína. Now I said, don't do this, okay? I'm only telling you what I did. Ekki gera þetta sem ég var að gera, en ég bara segi ykkur hvað ég gerði. Sometimes the Lord will teach us to do there and there authority. Stundum kenni Guð okkar að starfa yfir þeirra yfirvaldi. I don't allow my wife to do, my children, nobody can, only I can. Ég leiði ekki konunum minna eða börnunum minna að gera þetta, það er bara ég sem No, this is get gert það. serious. Þetta er mjög alvarlegt. Spiritual authority levels. Það er andlegt yfirvald í svona stigum. You know what happened after a few months? Vitið hvað gerist eftir nokkra mánuði? I just walked past, I cursed the shop, you shall close and you will not prosper. Ég gekk fram hjá þessari búð og ég bölvaði hann og sagði þú munt ekki ná árangur og þú munt loka. And the shop closed. Og þessi verslun lokaði. There is authority in our lives. Þetta er yfirvald í lífum okkar. God wants us to claim back what the enemy has stolen. Guð vill að við tökum tilbaka það sem óvinnurinn hefur stólið. Can we stand up together? Getum við staðið á fætur. Thank you for your attention. Takk fyrir athygli ykkar. Thank you for listening to God's word. Takk fyrir að hlusta á orð Guðs. I pray for the power of the Holy Spirit to fill this place. Ég bygg kraft heilags anda að fylla hennar stað. Guys, tonight I want to prepare your hearts to come to be prayed for. Í kvöld þá vil ég að þið komið undirbúið hjörtu ykkar til þess að koma. Prepare your hearts to come around and hang around in God's presence. Undirbúið hjörtu ykkar til þess að koma og hanga í nærveru Guðs. Not everybody needs to come, but if you are led by the Lord, Það þurfi- prepare your heart. Það þurfi ekki allir að koma en ef þú finnur að þú sért leiddur að koma þá skaltu undirbúið hjartaði. Let the word of the Lord set you free. Láttu orð Guðs setja þig frjálsan. Prepare your spirit man for tonight. Undirbúið andlega mann þinn fyrir And kvöldið. so restore what I have lost. Og endurreistu það sem ég hef tapað. Restore my children. Endurreistu börnin mín. Restore my anointing. Endurreistu smurningu mína. Restore my gifts. Endurreistu gjafir mína. Restore my boldness. Endurreistu djörfung mína. We do not fight against flesh and blood, Við berjumst ekki gegn hold og blóði. but we fight against principalities and power. En við berjumst gegn andavaldi ílskunar. Hallelujah. The weapons of our warfare are not carnal. Vopn stríðs okkar eru ekki holdleg. They are mighty through God Þau eru kröftug í gegnum Guð. for pulling down the stronghold. Að toga niður víin. I thank you, God, that you have already planned victory for I am equipping center. Ég þakka Guð þú þegar undirbúið sigur fyrir I Am Equipping Center. Listen, guys, Hlustiði. marriages will be healed. Hjónabönd munu læknast. God is going to restore marriages in the ministry. Guð mun endur reisa hjónabönd í þjónustunni. More young couples will come so that their marriage will be healed. Þannig að mörg ung pör munu koma og hjónabönd þeirra verða læknuð. 2026, 2026 this ministry will enter into a supernatural dimension. mun þessi þjónusta stíga inn í yfirnáttúrulega vít. So the leaders have to fast together and prepare for what is about to happen. Þannig að leiðtónir þurfa að fasta saman og undirbúa sig fyrir það sem að fara að gerast. Behold, the days are coming. Sjáðu þeir dagarnir eru að koma. We want to thank you, Father. Við viljum þakka þér, Faðir. Laitenia tlushindara satana mundorobo. Ilaendoro kadinda sutunashi. Let every demonic power that is hiding be revealed in Jesus' name. Opinberaði sérkvært andlegt vald sem að að fela sig. The Lord is showing me a vision. Drottin að sína með sín. I see little holes which the rats
have made a hole near the house and they're coming in and out of the house. Ég sé litlar hólur þar sem að rottur eru búin að búa til litlar hólur til þess að hleypa rottunum inn og út úr húsinu. And we don't know how the rats are coming inside the house. They are stealing the food and they are going back to the hole. Við vitum ekki hvernig rottunar eru að koma inn, þær eru að stela matnum og fara aftur í hólur sínar. But the glory of God is shining into the hole. En dýrð Guðs er að skína inn í þessar hólur. And you know what's happening? Og veitu hvað gerast? The rats are running out. Rottunar eru að hlaupa The út. rats are running out. Rottunar eru að hlaupa In the út. name of Jesus. Í nafni Jesú. I pray for healing and anointing to come and fill the people of God. Ég bið lækning og smurning að fylla fólk Guðs. We thank you, Father. Við þökkum þér, We Faðir. glorify your holiest name. Við gerum nafn þitt dýrlegt. We look forward for tonight Okkur hlakka til kvöldsins. where your power will touch each one. Það sem kraftur þinn mun snerta við hverjum einum. In Jesus' name. Í Jesú nafni. Amen. 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 Give the Lord a wonderful clap. Gefið offering. God bless Guð you. klapp. Thank you so much. Takk kærlega. Amen. Thank you. This was so good. I feel like I'm floating. It just, Takk kærlega fyrir þetta, var mjög gott. Mér líður eins og sé svona fljótandi. the common denominator in this is we are warriors. And intercession and prayer is a serious matter. Það sem við erum að sjá að við erum hermenn og fyrirbæn er mjög mikilvæg. I'm going to read from Proverbs 21:22. Ég ætla að lesa úr Orðskvæðunum 21:22. A warrior filled with wisdom ascends into the high place and releases breakthrough, bringing down the strongholds of the mighty. Vitur maður vinnur borg kappana og rífur niður vígið sem hún treystir á. The thing is, just like he was saying, Rétt eins og hann var að segja, we have and hold such power. við höfum svo mikinn kraft. A friend of ours, Hilmar and I, Vinur okkar Hilmars, Norwegian, they sometimes drive over to Sweden to shop because there are cheaper products. þau eru norski vinur okkar og þau keyra stundum til Svíþjóð en það er ódýrari vörur þar. But on the way, he notices a strip club. En á leiðinu þá tekur hann eftir, já, svona klámbúlu. And he looks at it and he says, may you burn. Og hann horfir á hann og segir að þú mátt brenna niður. And on the way home, Og heimleiðinni, there were fire trucks þá voru slökkviliðsbílar. because the building was burning. Þannig að byggingin var að brenna. There was this congressman in Norway Það var þessi þingmaður í Noregi and he stole sunglasses og hann stal sólglörugum and he was caught on camera. og hann náðist á myndavélu. And when I read this, Og þegar ég las þetta, I became so angry how he dared to abuse this authority that he had and that he was representing the country but doing this blatantly. þá var ég svo reið yfir því að þessi maður sem hafði yfirvald frá landinu hafði leyft sér að gera þetta. And I was reading this with Hilmar and I said, may you go off. Og ég var að lesa þetta fyrir Hilmar og ég talaði út að hann mætti hætta. And that was in the news the day after. Og það kom í fréttum daginn eftir. Usually in Norway they have very high tolerance for crimes or you could say corruption, so they kind of smooth over it and so this was very unusual. Í Noregi þá yfirleitt eru þeir horfaði fram hjá svona spillingu, þannig að þetta var mjög óvanalegt. Bear with me, I was not going to speak this long, but one more thing. Ég ætla ekki að tala svona lengi, bara byrja hans með mér. Do you ever argue with someone in your head? Eru þið stundum að rífast við ykkur í höfðiðinu, í huganum? That is the biggest time waster that exists. Þetta er hinn mesti tímaþjófur sem til er. Because
my husband was displaying attitude that I didn't like. Eiginmaður minn var að sýna viðhorf sem ég líkaði ekki við And I was arguing with him in my mind. og í huganum þá var ég að rífast við hann. I was trying to correct him and this is called thought stacking. Og ég var að reyna að koma með, var að reyna að rífast við hann og þetta er kallað, Thought stacking, it's like hugsanastöflun. Þú já, stapla hugsunum upp. Yeah. But it stopped me in my tracks. En þetta stoppaði mig. And I said, Lord, I break this Ég sagði, Drottin, ég brýt þetta and you need to give him revelation. And you need to give him revelation. Amen. og þú þarft að gefa honum opinberun. And then I just stopped thinking about it and went on with my day. Sagði, hætti ég að hugsa þetta og hélt áfram með daginn minn. I was on a 2-day workshop with my work, Ég var í 2 daga vinnuferð með vinnunum minni and he picked me up. og hann the sótti next mig. day. We started catching up. Og við byrjum að spjalla saman. And all of a sudden he starts asking me and says, do you sometimes feel that I do this? Og skyndilega spurði mig, finnst þið stundum eins og ég sé að gera þessa hluti? I said, yes. Og ég sagði, já. And do you sometimes feel that I am way too this? Finnst þið stundum að ég sé aðeins svo mikið svona? Yes. Já. The thing is, I just got a revelation. Málið ég var að fá opinberun. This is how God answers. Það er svona sem Guð svarar. I'm still blown away because I'm just in awe. Mér finnst þetta alveg ótrúlega magnað og ég er bara ótrúlega heilluð af þessu. And it is critical, and my role models are prayer warriors like my grandmother who's 88 years old. Og fyrirmyndi mínar eru fyrirbeðendur eins og amma mín sem er 88 ára gömul. You spoke of your mother. Þú talar móður þína. And actually a prayer partner of my grandmother is sitting on the 3rd row. Her name is Sigga. Og það er einn að bæna vinum ömmu minnar sem situr hérna á 3. röðinni sem heitir Sigga. We are entering serious business now. Við erum að stíga inn í mjög alvarlega hluti núna. And that is what they too have been preaching. Og það er það sem þau tvö hafa verið að predika um. Nothing of this that is said here has not been uttered in a prayer meeting before. Ekkert af því sem er verið að tala út hérna núna hefur ekki þegar verið beðið á bænastundunum. Dagny even prayed some of the things that you spoke of. Dagný bað ákveðin hlut út sem að þú talaðir um. Remember that we first have to pray and fight for others and for the things that God wants to do. Við erum að muna að við þurfum að biðja og berjast fyrir öðrum og fyrir hlutunum sem Guð vill gera. Thank you for coming. Takk hérlega fyrir að koma. Please come back tonight and bring a friend. Endilega komið aftur í kvöld og takið með ykkur vini. The house opens at 18:30 Húsið opnar klukkan 18:30 and we start at 7. og við byrjum klukkan 7. And before I let you go, Áður en ég slepp ykkur. a faithful servant of ours Þá- is 10 years old today. Trúfastur þjónn okkar er 10 ára gamall í dag. So, Tara, can you come and sing a song for him? Tara, viltu koma hérna upp og ætlum að fá að syngja afmælisönginn hans? You're going to sing with me, right? Ætli þið ekki örugglega að syngja með mér? Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Daniel. Happy birthday to you. There's going to be cake after the Það meeting. er smá kaka hérna frammi.